að Ísland tæki alltaf afstöðu með friði og væri alltaf í liði með friði og nýtum öll okkar áhrif til þess að fara fyrir friði. Við erum í varnarbandalagi lykilorð, ekki sóknarbandalagi með Atlantshafsbandalaginu og það er mín skoðun að við getum verið þáttakendur í því og í vestrænu samstarfi án þess að leggja fé til vopnakaupa. Og við getum lagt svo margt annað að mörkum. Við Íslendingar höfum sérstöðu í þessu máli. Við öðluðumst trúverðuleika í þessu máli 11. október á afmælisdaginn minn árið 1986 þegar þjóðhöfðingjar stórveldana, Reagan og Gorbatsjov hittust hérna og Ísland komst á kortið því að kona í rauðri kápu gekk á milli þjóðhöfðingjar stórveldana og þeir funduðu hér í Höfða til að hefja samtalið endalok kalda stríðsins. Við komumst á kortið í heiminum fyrir þetta og við getum látið til okkar taka með því að taka skýra afstöðu með friði. Og ég er alveg viss það því að ég er búin að fara allt land og tala við fólk og hlusta fólk af öllum hópum samfélagsins og öllum kynslóðum og Íslendingar vilja frið. Við erum pínu lítil þjóð og við getum látið miklu meira finna fyrir okkur með því að velja frið. Það er ekki sjálfsagt að kaupa vopn. Það er ekki sjálfsagt og Íslendingar allt land hafa tekið undir með mér. Við getum verið litla þjóðin sem að lyftir grettistæki í heiminum með því að velja frið. Ef ráðist verður á Ísland? Okkar besta öryggistefna sé að við séum landið sem alltaf velur frið og hættulegasta stefnan sem við getum valið sem þjóð að við séum að taka þátt í þessum átökum. Við ætlum bara að hjálpa þeim með þeim hætti sem samræmist okkar gildi. Og það er margvísleg hjálp sem við getum veitt, en við þurfum ekki að taka þátt í vopnakaupum til þess að standa okkar plikt í þessu samstarfi, við getum samið öðruvísi. Þannig að fái ég að verða forseti þá ætla ég sannarlega ekki að reyna að breyta heiminum ein, en ég vonast til að fá að gera það með ykkur öllum.